Sigvaldi, til hamingju með bikarmeistaratitilinn helgina. Var ekki mikið fögnuður sem fylgdi þessu? Jú, maður þarf að fagna öllum titlum, myndi ég segja. Þannig við fögnuðum og bara geggjað að vinna titil. Alltaf gaman. Jú, fekk nokkra daga eftir það og núna erum við mættir hingað. Já, því að náttúrulega Elverum er búin að vera í, búin að veit ykkur harða keppni í vetur og vinna ykkur minnst einu sinni, þannig að svona, og í svona jöfnum leik þá er þetta allt saman við erum til að auka á skemmtunina. Jú, við erum alltaf búin að vera, við erum að vinna með 6-7 mörkum í þessum leikjum á móti Elverum og svo töpum við þessu niður alltaf. Það endur alltaf í ykkur svona, en sem betur fyrir unnuð þennan og hafa unnið síðustu 2, en ég hlakka til að fá eitt leik á móti Elverum þar sem við vinnum bara með 10-15. Svona staðan á þér, þú varst frá síðast út af meiðslum og varst svona aðeins frá í leik og leik. Hvernig er svona ástandið á þér? Ég er bara nokkuð góður núna. Ég er alveg búin að jafna mig á þessum meiðslum sem ég var með núna í síðasta verkefni. Það er alveg farið, þannig það er jákvætt. Ég er bara búin að vera að bíða lengi eftir að komast heim og spila með íslenska landsliðinu. Það er svolítið, það er ekkert oft sem maður missir af verkefni. Þannig að þetta var svolítið langur tími, en ég er bara orðinn góður og líka minn í toppstandi. Þannig að það er bara eftir vænting að fara af stað? Já, ég er ótrúlega spenntur fyrir þessu. Ég get ekki beðið. Við erum mikið inni og líka bara sættir yfir hvernig síðasta stórmót fór og okkur langar bara að byrja þetta. Já, og heimsmeistaramótið þar á undan var einnig svona pínlítið endarsleppt? Já, sammála. Þetta er náttúrulega þetta er ekki búið að vera nógu gott með hvað við erum með, hvernig hópurinn er, þá er þetta ekki búið að vera nógu gott. Þannig við ætlum bara okkur miklu betur á þessu ári. Tilbúnir í þetta maraþonhlaup sem er framundan í fyrsta lagi með leikjunum í Svíþjóð og svo bara HM. Einmitt, þetta verður algjör veisla.